Jæja sæll Benni, nú erum við hér á Kvartmýlubrautinni með einn flottasta bílinn í bakgrunni. En þetta ekki alltaf verið svona. Nei, en það mjög gaman því stöndum við á Kvartmýlubrautinni því að við byggðum þessa braut, einhverju guttar, tvítugt. Og það er gaman að segja frá því, hérna byggðum við tvöfaldar akrein sko, rúman kílómetr. Þegar sko það er ekki búið að fjórfalda sko til akreina sko, sem alveg fáránlegt og þetta eru sko 40 ár síðan. Hvenær var bílabúið Benna raunverulega grunnurinn að bílabúið stæðna til? Það var vagghjólið. Já, það var í rauninni, ég var náttúrulega byrjað að gera við mótorhjól og vélsleða, mótorhjól og slátthjóla fyrirgefðu í byrjun. En ég segi afmælisdagurinn sé 27. maí 1975, en þá á ég fyrsta reikningin. Fyrsta reikningin? Já, og þá hétu þetta fyrirtæki, eins og þú sagðir, hétta Vagghjólið. Okkur hétta Vagghjólið, ég var í Vagnhöfða 23 og ég gerði bæði vagna og hjól. Þannig að þess vegna hétta, en svo breytti þessi bílabúið Benna því að það töluðu allir að fara bara til Benna en ekki Vagghjólið. Ekki Vagghjólið, þannig að þess vegna var það nú breytt sko. Settu beltin á það? Ég mun gera það. Þannig að við beygjum öllum hjólum. Já. Já, Benni, nú erum við hérna fyrir framan þennan glæsilega Porsche Taycan hérna. Þetta er einn flottasti rafbíll í heiminum í dag. Já, ég held að við getum verið sammála bara öðrum blaðamönnum það að þetta er flottasti rafmagnsbíll í dag í heiminum og það er alltaf gríðarlega mikið lagt í hennar bíl. Þetta er til dæmis í rauninni minnsti bíllinn frá þeim, með minnstu orkuna. Hann er samt four-wheel drive, hann er samt 540 hestöfl, 680 newton, 4 sekúndur í 100. Og munurinn með þennan við marga aðra, hann er í 800 voltum sem er engin annar rafmagnsbíll inn og þú getur tekið þennan bíl, flestir rafmagnsbílar held ég bara allir aðrir en þessi, ef þú tekur þá og spyrnir þeim upp kannski 2, 3, 4 sinnum, þá er það kannski helmingi setni. Bíl sem er kannski 4 sekúndur í 100, þú fer 4-5 spyrnur, þá er hann kannski komin í 6-7 sekúndur eftir 3-4. En þennan tóku við og spyrnt honum 20 sinnum fyrir ekki upp í 200 km hraða, alltaf sami tími. Hann þolir miklu meiri hita, hann er ekki eins og flestir rafmagnsbílar sem þolir ekki mikil átök þá dettur og eins á háspít, þá eyðir hann ekki eins mikil orku. Þannig að það er fullt af ótrúlegum hlutum í þessum bíl. Það segir mér hérna, hefur ekki verið gríðarlegur áhugi sýndur bílnum síðan að þú fékkst þennan bíl? Jú, því miður hefur við náttúrulega ekki bara fengið nógu bílum út af COVID, þannig að Vestbyggðin loka og annað, en það hefur verið gríðarlegur áhugi og svo náttúrulega að hafa bílar aðeins hækka nú út af genginu. En samt er ótrúlega flott verð að fá svona bíl fyrir 14 milljónir. Four-wheel drive með öllu þessu sem er í þessum bíl. Nú hérna fórum við smá rúnt hérna með þér áðan. Það er hægt að keyra þetta bara alveg svo hefðbundin svona kraftbors á braut. Auðvitað er hann þyngri heldur en 911 en hann gerir ótrúlega hluti þessi bíl með hvað hann er þungur og þetta er 4 manna bíl. Hann nýtur sín best auðvitað bara á venjulegu götu, hann er rosalegur þá. Ég var búinn að prófa hann sjálfur út á Formúlu 1 braut úti og svona, maður alveg gapandi hvað hann gat þar og allt það. Svo þegar ég fór að keyra hann bara í umferðinni hérna, hvað hann er hljóðlátur, hvað er gott að keyra hann, hvað hann er bara, þar nýtur hann sín alveg gríðarlegur kraftur sem götubíl. Ég man bara vel eftir því fyrir, þú varst múin yfir mánuð þetta í gangi, þá flutti ég upp í Mosó, bílaði hjá mér gömlu sláttuvél og ég var eitthvað vandræðast og þá hún sagði, þú farið til Benna niður í Vagghjól, hann reddar sér í kvelli og það stóð heima. Og einhver legufjandi það fastur og þú losar þetta lítill kuggur með skítabletta nefinu og fljótar að þessu. Það er mikið breyst í það. Já, ég gerði margar sláttuvélar. Það var nú eiginlega eina sem maður gerði var að skipta kerti og bensín á þeim, þá fór það í gang. En svo, eins og segir, síðan breytist þetta í bílabúið Benna og... Já, svo förum við náttúrulega í jeppabreytingar og förum í torfærukeppnirnar og það dót og náttúrulega kvartmýluna. Ég var nú með jeppa minn á fyrstu kvartmýlunni sem var haldin hérna og keyrði þá niður jólatríð með þess að í fyrstu spyrnunni. Og það voru eiginlega, við segjum stundum að það hefði verið 12.000 skór sem skemmdust. Það voru engin bílastæði, það kom 6.000 manns hérna á fyrstu kvartmýluna með ólíkindum. Fólk labbaði hérna yfir í hraununni þannig að menn eyðilögðu skóna. En hvað safnaður mörgum titlum á þessum tíma í sandspyrnu og kvartmýlu og Við vorum í rauninni 3 ár vorum við Íslandsmeistari í torfæru og ég keppti 4 sem að Hellu, vann alltaf og seinasta árið sem ég keppti á jeppunum vann ég allar torfærukeppnir á Íslandi, allar sandspyrnur og náði 3. besta tíma á kvartmýlunum með þessu á jeppunum það árið.
En hvenær hættur þú sjálfur að keppa svona mikið? Síðan komum við aftur hérna 2 árum seinna, þá með Pontiac 67 og náðum brautameti sem stóð í 15 ár sem var 983. Þannig að þá eftir það hætti ég. Hættur það? Já. Þannig að maður hættir auðvitað bara á toppnum. Já, auðvitað, sjálfsögðu. Nú talandi toppinn, við getum hoppað einu annar. Þú ert nú frægur fyrir að hafa farið við bíl upp á hæsta toppinn á Íslandi. Já, það er svona rosalegasti jeppatúr Íslandssöguna sko. Alveg held ég verði sjaldan toppað. Það fyrir allavega engin herra. Nei. Því að það muni aldrei neitt fara þarna upp sko, aftur sko. Fyrir utan það jökullinn að lækka. Já, svo jökullinn að lækka þetta, já, líka það. Það var alveg mögnuð ferð sem við fórum í samvinnu við Warren, spilframleiðandann, og þarna voru blaðamenn allstaðar á heiminum, Japan, náttúrulega Ameríku, ristur forvíljur var einmitt í bílum hjá mér. Þannig að þetta var alveg mögnuð ferð, tók heila viku og mjög fræg ferð. Og gerðum þetta góðu þáttur sem sem Ómar Ragnarsson gerði. Já, hefur mikið skoðaður og sýndur. Já. En síðan færist nú úr þessu yfir það úr jeppafreytingu í hreinlega að fara að flytja inn bíla. Já, síðan við byrjuðum nú 88 að flytja inn bíla, fluttum svolítið að Cherokee, seldi 70-80 Cherokee, Jeep umbúð Íslandi var á hausnum og enginn var munalaust og menn komið til mín og ég keypti þessa bíla og fluttið inn og gekk bara mjög vel. En síðan byrjuðum við með Musso 96. Þá eiginlega byrjuðum við að vera svona hálfgjört bíla á umbúð og náðum gríðarlegum árangri, seldum fyrsta árið 400 bíla og menn heldur að þetta væri ómögulegur bíl en þeir hafa reynst vel og það eru margir aðeins menn lifandi og þeir eru rúmlega 20 sko. Og komið ansi mörgum á jeppa bara út af þessu, menn fengum bíla viðráðanlegu verði. Þeir voru á góðu verði, vel búnir og bara fínir bílar og það er eiginlega merkilegt hvað erum enn að selja varahluti í þessa bíla sem er rúmlega 20 sko. En síðan, svo færum við yfir í venjulega fólksbíla? Já, síðan fáum við Daewoo umbúðir sem líka frá Kóreu, seljum þarna 400 bíla líka fyrsta árið og það gekk mjög vel og við bæði seldum þá og Musso og svo Corando líka sem kom. En síðan hrynur Kóreu eða Asia réttar sett 99 og þá fara bæði Daewoo og Sangyong í raunin á hausinn, sameinast fyrst General Motors áttinu stóra hluti í þessu og tekur síðan yfir Daewoo og þá fáum við Chevrolet umbúðið en í millitíðinu hefðum við fengið Porsche umbúðið, fáum það 99 og menn svona spurðu hvað bull er þetta var flytið inn Porsche, við vissum auðvitað þá að þeir voru farnir að hanna jeppa og það er mjög skemmtileg saga, við fórum tvisvarsinnum til þeirra þeir voru að hanna bílinn og ég er ekkert að segja að ég hafi neitt hannað bílinn en það voru nokkur atriði sem þeir voru einmitt mjög hissa á, það var til þess að ég sagði að hafa langt hjólabíl, bíl myndi drífa betur þannig, það að vera lár millikassinn, það að vera stór bensintankur og svona fleiri hlutir sem varði í bílum hvort það var okkur, en þeir höfðu mikið áhuga þegar vorum að sýna það með þetta og voru stúdera þessa hluti og í rauninni var þegar Cayenne kemur fyrst þá var hann ótrúleg drifgeti og það var þetta aftengja ballanstangir, það var með læstum drifin, læstum millikassa 2,3 lágadrifið og fleira, þannig að bíllinn var ótrúlega mikill jeppi. Já, menn voru heila vantrúar á það að svona sportbílaframleiðandi gæti framleitt eitthvað sem héti jeppi. Fórst þú ekki einhvern veginn með okkur með þess að útbara einhvern veginn að prófa svona bíl? Nei, ég fór ekki út. Nei, en ég veit að Njáll og þeir fóru, þá voru þeir einmitt með alveg ótrúlega drullugur og grefjur og dót sem bílarnir voru að látni keyra í sko. Nú síðan eins og ég horfði tilbaka sögunni sem að mér sneri sko, þegar þú byrjaði með Porsche þá byrjaði með þetta eftirminnilega hætti. Þú bauðst bílablaðamönnum í flugtúr, vissum ekkert hvað var að fara. Svo miðri leið þá komstu upp í flugvélni og labbaði rúnt og gafst öllum blaðamönnunum lítinn hlut sem sagði strax hvað er að gerast núna. Það var búið að leigja flugbraut á Egilsstöðum og það var bruna fram og tilbaka heilt kvöld. Ég man eftir þessu. Þetta er mjög eftirminnilegur. Fengum bara flugbrautina sko. Vorum hann að leika okkur. Reksturinn hefur stækkað mikið á þessum síðustu árum. Þú byrjaðir þarna eins og frækt var bara nánast niður í jörðinni og vexti fyrirtækið þar síðan óx fiskur og hrygg og það stækkaði og nú ertu búin að flytja þig meira að segja tvisvar upp í miklu starra húsnæði þarna réttur ofan þig það sem að Árna Gísla var og svo að það núna komið. Í rauninni er ég svo sem sjálfur verið alltaf á sama stað, það vagnaði 23. En við opnuðum semst bílasöluna eða sýningarsala í gamla ágihúsinu og vegstæðið. Það er áfram vegstæði hjá okkur og áfram vestlunni, færðum vestlunni og þangað og semst vagnaði 23 er núna, við erum komnið þar alveg út og erum komin upp á Krókháls 9 og
og þar erum við konið með sem bæði Porsche og Opel sem við síðan fengum setna og SsangYong og við erum með líka skrifstofu þar fyrir Sixt og síðan skrifstofun og allt saman þannig að og við erum með þess að byggja þar við núna í dag 600 fermetra sem verður bæði undirstöðu fyrir Efrahúsið og leið standsetning. En þetta verður framtíðar staðsetningi verður þarna meira? Það hugsað, já. Og við vorum náttúrulega konið svolítið á stað fyrir hrunið en við vorum kannski heppnir með það, við vorum ekki konið svo langt þannig að við sluppum en í dag erum við að keyra þetta svona í rólegheitum áfram. Nú tíðan farið í önnur sviði svo Nestek með Bílabú Benna flutti alltaf inn mjög mikið að dekkjum gegnum tíðin fyrir að flytja dekk bara fyrir 40 árum eitthvað svolítið og jafnvel meira. Voru náttúrulega með möddur og við meira tókum þátt í því að hanna 38 tónn með möddur á sínum tíma og síðan settum við þetta núna í fyrra í annað félag, Nestek sem við erum líka búin að reka í 20 ár út á Nesi og núna í dag eru 6 Nestek verkstæði kringum landið. Þannig að þjóna bíleigundum og margvíslega vegu, ekki bara að selja þeim bíla, þetta líka að svo þetta er með vegstæði og varahluti og við vorum náttúrulega mjög stórir í að flytja varahluti fyrir ameríska bíla og annað en við erum hættið því bæði vegna þess að ameríski bílar er bara miklu minna á markaðinu hérna þannig að það er eiginlega svona nánast í dáið. En ennþá samt með dót fyrir jeppamenn og... Já, við erum með enn með bæði spil frá T-Max, mjög góð spil, við erum með EPF kastarana sem við erum búin að selja í 30 eitthvað ár og dröllu tjekka á fleiri hluti svona fyrir jeppamanni meira. Og svo náttúrulega bara fyrir almenna bíleigenda, svo kvöldu tengdamönnum box og svo fleira. Akkurat. Og hvernig sérðu fyrir að þessi hluti markaðarins muni þróast? Heldur þetta áfram að vaksa eða ertu komin á þann stað sem þetta vilt vera? Sko, þetta er auðvitað bara mun minna en þetta var. Við vorum miklu meiri aukahlutum annað og það hefur breyst, ég meina, þátti bara enginn vera jeppinu að vera breyttur. Því það er náttúrulega orðið mjög mikið breytt. Bæði vegna þess að það eru flestir af þessum bílum er bara erfitt að breyta og fólk er bara með áhuga í annað. Þannig að það hefur breyst mjög mikið. Þannig að við erum svona, ég sé það ekki sem stækka neitt, það verður alltaf eitthvað fyrir björgunarsveitir og svo framvegis, en hinn almenni jeppeigandi mun ekki menn er að fara í þetta 33 tómum breytingu, eins og nýja rekstónun okkar, mjög vinsæl, 33 tómum breyting, en í 38, 44, það eru þá meira svona bara hardcore, annarkvort í ferðamennsku eða björgunarsveitir. Þannig það eru orðin takmarkaðir markaðir að vera að hluta til. Miklu, það er ekkert sambarilegt sko. Og það er bara, ég segi nú stundum að eins og ég stendur í biblíum, maður er að breyta 7 ára fresti og við hefum gert það svolítið. Við vorum í mótuhjólum og svo fórum við í vélar og svo jeppana og þannig að við höfum mjög gaman að því að breytum áherslur. Akkurat. Og síðan er komið nýr kafli í bílasöguna sem þið eru á fullu í, það er rafvæðingin, rafmagnið í bílana. Já, við byrjuðum nú einmitt með Chevrolet Dolphin sem var nú alveg bara frábær bíl, náði nú því miður ekki miklu flugi. En síðan erum við náttúrulega konið með bæði Opel Ampera sem er gríðarlega skemmtileg bíl. Það var að koma ný núna Corsa Ramax, Corsa sem sagt. Og svo auðvitað Porsche Taycan sem er náttúrulega, ég segi það alveg eins að hann verður hlutra og það er besti rafmagnsbíll í heimi.